Ja, fáum okkur bjór. Svo. 53 held ég. Spesjan. Það var. Bjór. Sjá hvað ég fundi í dag. Þetta er svona blátt austurísbrennivín með eldspýtum. Ég er alltaf svona að kveiki í þessu. Sjá, eldspýtur. Og með þess að gefna tímasettingarnar á þessu. Hve lengi á að loga í þessu þú vilt hafa x mikið alkohólmagn í drykknum. Sjáuð. Svo fekk ég þetta brauð líka sem ég ætla að smakka á eftir að mjög frábært. Svona bjór, þetta er svona allt í lagi sko. Það er ekki það sterkur, 4,9. Sjá það, þetta er blátt. Við þetta að smakka þetta svona dræ. Sjá hvernig það kemur út. Já, smökkum hennar við það. Þetta er svona Blue Caraco, nefnum bara sterkara. Brennir svona hressilega leiðinu niður. Ég finn það brennir alla leiðinu í maga. Rosalegt. Þetta er mjög gott brauð. Mæli með þessu. Veit ekki hvað þetta er en drúfum. Þetta er svona hádegismáta svona kaffibrauð eitthvað. Það er verið að mjólk. Sjö, eldur. Þetta var að loga í 3 mínútur til að fá þetta niður í 45 gráður. Ég lagði eld af þessu sulli núna í örgulega 5 mínútur. Samkvæmt glasinu þá ætti þetta vera svona 40 cirka %. Já, þetta er svona, þetta er meira svona þykk fljótandi. Þetta er ennþá sterkt og þetta brennir alla leið niður. Þetta er svona, hvernig er áferðina og þessi er svona svipuð eins og á, það er svo ítalska hvað þetta er sambuca, já. Þetta er svo sambuca. Bragðið er ennþá Blue Caraco en það er svona siggt. Nú erum við komin í, við höldum 30%. Lyktan á hverju Blue Caraco. Bara þessu Blue Caraco sem einhverju kveikt í. Minnst að þegar þetta er brunnið að einhverju leyti þá fer þetta, þetta er bara sykurvökvi sem að veldur bragðinu. Og kviknar í sykurvökvanum og það lekur hún í. Það gerir svona brendan svona viðar feeling í þetta. Og svo er þetta svo þykk fljótandi, þetta er eiginlega eins og síróp. Þetta er ekki vonbeint en það náttúrulega brennir ekki alla leið niður með einhver. Þetta er ekki slæmt. Ég prófaði að þynna þetta með vatni fyrir ykkar og verður þetta svona skýjað. Eins og sambuca. Það er betra að kveikja bara í þessu.